Kostnaður vegna samgöngusáttmálans á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað 90% miðað við þá áætlun sem lagt var upp með. Nærri 30 strokulaxar úr sjókvíum hafa borist Hafrannsóknastofnun á skömmum tíma. Fleiri eru á leiðinni. Af útliti og einkennum að dæma er ekki vafi að þetta eru eldislaxar, segir sviðsstjóri hjá stofnuninni. Danska lögreglan fær auknar heimildir til að takast á við glæpaöldu í Kristjaníu í Kaupmannahöfn. Til greina kemur að loka Pússistræti þar sem skuggahliðar fríríkisins hafa fengið að blómstra. Óvíst er hvað verður gert með skýrslu aðbúnað og meðferð á fullorðnu fólki með þroskahömlun og geðrænan vanda. Skýrslan var kláruð í fyrra og ekkert hefur verið aðhafst. Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur voru afhent í dag. Handhafi verðlaunanna skrifaði meistaraprófsritgerð á daginn og ævintýraskáldskap á kvöldin. Komið þið sæl. Kostnaður við vegagerð er farin langt fram úr öllum áætlunum, ekki bara á höfuðborgarsvæðinu, segir borgarstjóri Reykjavíkur. Fjármálaráðherra segir fjárhagslegar forsendur samgöngusáttmálans brostnar. Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra setur fram harða gagnrýni á samgöngusáttmálan í aðsendri grein í Morgunblaðinu í dag og segir að áætlanir vegna sáttmálans hafi farið úr 160 milljörðum króna í alltaf 300 milljarða samkvæmt þeirri sviðsmynd sem nú blasir við. Það þýðir að kostnaður vegna þessa hefur aukist rétt tæplega 90%. Sáttmálinn er í endurskoðun. Borgarstjórinn í Reykjavík segir að þessi mikla hækkun miðað við áætlanir sé langt í frá bundin við höfuðborgarsvæðið. Okkur sýnist það hins vegar líka gilda samgönguframkvæmdir land allt. Hort er á nýja samgönguáætlun sem er lögð fram og borin saman við samþykkta samgönguáætlun. Þannig að þetta er almennt vandamál. Þegar kemur að einstökum verkefnum var gert ráð fyrir að framkvæmd við Arnarnesveg í Garðabæ eru 2,2 milljarðar. Þegar verkið var boðið út á þessu ári var kostnaðurinn komin upp í 7,2 milljarða. Það hefur því orðið 227% hækkun á kostnaði miðað við það sem lagt var upp með. Þessi kostnaðaraukning sem miðað við upphaflegar áætlanir er þó ekkert einsdæmi eins og borgarstjórinn bendir á og alls ekki bundin við höfuðborgarsvæðið. Þannig var áætlað að kostnaður við Fjarðarheiðargöng yrði 35 milljarðar en hljóðað nú upp á 46,5 milljarða. Það er 32% hækkun. Axarvegur á Austurlandi átt að kosta tæpa 3 milljarða en kostnaðurinn nú er 6,6 milljarðar. Það gerir 120% hækkun. Og ég held að sé alls ekki sanngjarnt að höfuðborgarsvæðið sé tekið einhverjum öðrum tökum þvert á móti þá búa flestir hér, fjölgunin er mest hér og ég held að finni það allir sem að eru fastir í umferðinu á morgnana. Við þurfum borgarlínu, við þurfum breyttar ferðavenjur til þess að létta á umferðinni. Það er þó óumdeilt að kostnaðurinn hefur aukist verulega við samgöngusáttmálann á höfuðborgarsvæðinu. Lagt hefur til að hægja framkvæmdum og fresta sumum. Það auðvitað þarf að bregðast við þessari stöðu. Ég held að það væri skynsamlegt að setja þær framkvæmdir sem eru góðar fyrir umferðina en eru líka góðar fyrir umhverfið og fyrir höfuðborgarsvæðið heild í forgang og flýta þeim. Kostnaðaráætlanir samgöngusáttmálans hafa hækkað mikið við endurskoðun að því framkemur í yfirlýsingu frá vegagerðinni sem barst síðdegis í dag. Þar segir að fyrir því liggi mismunandi ástæður. Nefna má að í mörgum tilvikum var upphafleg áætlun miðuð við verkefni sem átti eftir að útfæra mun nánar. Útfærslur hafa leitt til þess að mörg verkefnanna hafa vaxið í umfangi eða breyst. Veiðimenn og veiðiréttarhafar virðast ekki hafa undan að hirða strokulaxa úr laxveiðiám. Þeir 3 tugir hafa þegar borist Hafrannsóknastofnun. Sviðsstjóri ferskvatns- og eldisstofnunarinnar segir að þótt eftir sé að erfðagreina laxana bendi útlit þeirra til að þeir séu eldislaxar. Þetta stutta myndband sýnir 2 laxa í teljara með upptökuvél í laxastiga í Langadalsá innst í Ísafjarðardjúpi. Sá efri og dekkri er villtur lax og sá neðri er talinn strokulax úr sjókví. Uggar eldislaxa eru væskilslegri en þess villta. 2 göt kom í ljós í sjókví Arctic Sea Farm í Kvígindisdal í Patreksfirði við slátrun laxa 9. til 20. ágúst. Óvíst er hvenær götin kom á kvína. Matvælastofnun, Fiskistofa og Hafrannsóknastofnun brugðust við og svo síðastnefnda óskaði eftir því við veiðimenn að þau kæmu meintum strokulöxum til stofnunarinnar til rannsóknar. Viðbrögð lét ekki á sér standa. Eins og að þá eru 29 fiskar komnir í greiningu og við vitum af einhverjum sem er á leiðinni.
og það eru upplýsingar að koma til dæmis úr myndavélum og teljurum að það voru fiskar að gangi gegnum teljara bara í nótt. Meintir eldislaxar hafa fundist allt frá Laxá í Dölum, suður og norðurfirði Vestfjarða, víða í ám í Húnaflóa og einnig Hjaltadalsá austanmegin í Skagafirði. Laxinn er einn af sprettörðustu fiskunum og getur hann komist langt á tiltölulega skömmum tíma. Reyndar er grunur að lax sem veitist í Ytri-Ranga og Suðurlandi sé líka eldislax. Hafrannsóknastofnun fær hann í hendur á morgun. En hvað sýnist ykkur með þessar 29 laxa? Eru þetta eldislaxar? Af útlitin að dæma og einkennum að þá held ég að það sé ekki nokkur vafi, þá eftir að rekja upprunan hvaðan þeir komu. Þessi laxar eru líkir og 6-7 kíló. Sumir eru með lús sem þýðir að þeir eru nýgengnir í árnar. Mesta villtum laxi er þegar komin upp í árnar. Greining á erfðaefni laxana DNA er í flýtimeðferð. Niðurstaðan úr erfðaefninu getur rakið úr hvaða sjókví þessir kynbættu norsku eldislaxar koma. En koma laxarnir úr götóttu kvíni í Patreksfirði? Það er einn af möguleikunum, já, kannski líklegast af því að það er, mér vitanlega hefur ekki verið tilkynnt annað óhapp núna nýlega. Annað óhapp varð í Arnarfirði 2021. Guðna þykir mjög ólíklegt að þessir laxar séu úr því stróki. Sko það eru náttúrulega miklir hagsmunir sem eru undir, þess vegna eru tilfinningarnar svona ríkar að annars vegar hagsmunir eldismanna og það náttúrulega ábyrgð þeirra líka, þetta vill enginn missa sína fiska út úr kvíum. Hins vegar eru það laxveiðimenn og veiðiréttarhafar sem oft eru bændur. Veiði hagsmunirnir eða tekjurnar að sölu veiðileyfa renna inn í dreifðar byggðir, þannig sem eru oft undirstaðan undir byggðir. Og svo náttúrulega hagsmunir stofnsins sjálfs. Algjörlega og líffræðilegu fjölbreytileiki bara á Íslandi yfir höfuð. Ekkert liggur fyrir í hvaða farveg skýrsla aðbúnað og meðferð á fullorðnu fólki með þroskahömlun og geðræn vandamál fer. Skýrslunni var skilað til forsætisráðherra í fyrra sem sendi hana til velferðarnefndar og þar hefur hún legið. Í framhaldi af umfjöllun RÚV illan aðbúnað á vistheimilinu Arnarholti ályktaði Alþingi í júní 2021 að fela forsætisráðherra að skipa 3 manna nefnd. Nefndin fékk það hlutverk að undirbúa rannsókn á aðbúnaði og meðferð á fullorðnu fólki með þroskahömlun og fullorðnu fólki með geðrænan vanda. Nefndin skilaði niðurstöðu í júní í fyrra og lagði til að rannsökuð yrðu 2 tímabil. Annars vegar tímabilið frá 1970 til 2011 og hins vegar tímabilið frá 2011 til dagsins í dag. Síðan skýrslan var afhent hefur ekkert gerst. Forsætisráðherra rauninni afhendi þinginu skýrsluna eins og tillagan upphaflega gerði ráð fyrir, en svo eru engin skýr farvegur framhaldið. Líneik segir að ef verkefnið eigi að halda áfram, þá þurfum við að koma fram tillaga það og einnig með hvaða hætti. Grímur Atlason, framkvæmdastjóri Geðhjálpar, sagði í fréttum í gær að brýnt væri að ýta rannsókn úr vör. En eftir því sem tíminn líður, þeim líklegir að fólk hreinlega bara deyji og fær aldrei að láta líta á sín mál. En af hverju hefur það ekki verið gert? Hefur auðvitað þegar tekið ákveðið frumkvæði með að setja málið á dagskrá og svo er það auðvitað úrvinnsla framhaldið. Samtök fjármálafyrirtækja draga í efa þá útreikninga menningar og viðskiptaráð þegar ný innlend greiðslulausn geti sparað 10 milljarða króna á ári. Kostnaður liggi ekki fyrir og óvíst hve margir muni nýta sér hana. Stjórnvöld stefna því að koma fót innlendri greiðslumiðlun til þess að hægt sé að stunda viðskipti hér á landi án milligöngu erlendra aðila. Fyrirhugaður í lagasetningu er ætlað að auka öryggi, komi til þess að tengingar við útlönd rofni. Ráðherra sagði í fréttum í gær að viðskiptabankarnir tefðu uppsetningu kerfisins. Samtök fjármálafyrirtækja telja að nýr innlendur greiðslumiðl leysi ekki erlendu kortin af hólmi. Þá liggi ekki fyrir hver kostnaður við forrita innlenda kerfið yrði, hve margir myndu nota það, auk þess sem það kostaði sitt að tengja þau við kassakerfi fyrirtækja. Þetta hefur verið rökstutt að þetta sé þjóðaröryggismál, af því að nú sé uppgjör á þessum kortunum alfarið erlendis og það sé ekki til nein innlend varaleið. Við höfum verið ekki alveg skilið það því að við höfum bent á það að greiðslur í símum, með snjalltækjum, í netbönkum, að það náttúrulega eru varaleið. Það er þannig í dag að það eru kortafæslunar í kringum 150 milljónur ári en millifæslur í kringum 50 milljónur, þannig að þetta er mjög virk og mikið notuleið sem að gerir það kleift að eiga að færa peninga milli án þess að fara í gegnum alþjóðlegu greiðslukerfin. En hvað gerist ef kerfin verða óvirk í einhver tíma?
vegna náttúruhamfara eða skemmdarverka. Fyrir utan náttúrulega millifærslunar í netbönku þá náttúrulega er fyrsta varalegin náttúrulega bara sælanir og mynt þar að segja sem að menn myndu taka í notkun og taka út úr bönkunum og nota til þess að eiga viðskipti en netfærslunar, millifærslunar eru síðan til viðbótar við það. Ég er ekkert að slá þetta út á borðinu, ég er ekkert fastur í neinu fari en ég held að það þurfa að skoða þetta eins betur sem bæði sem sagt, þetta þjóðaröryggissjónarmið og svo gera almennilega kostnaðaráætlanir fyrir það hvað kostar að búa til þessa nýju lausn. Áður en taka næsta skref. Hæstiréttur Mexíkó úrskurðaði í gær að þungunarrof væri löglegt. Hvorki mætti refsa þeim sem gengist undir það né heilbrigðisstarfsfólki. Það brjóti í bága við stjórnarskrá. Þungunarrof bannað í 20 af 32 ríkjum Mexíkó. En eftir úrskurð Hæstaréttar í gær getur fólk höfðað mál í þeim ríkjum til að fá lögunum hnekkt. Eins geta yfirvöld í þeim ríkjum ákveðið upp á sitt einstæmi að breyta lögum þungunarrof. Para las personas que han sido violadas, que han sufrido algún abuso y pues realmente pues no quieren tener ese bebé, ¿no? O esa criatura. Y pues por esa parte, pero por otra parte, también para gente que pues no puede mantener a sus criaturas, ¿no? Y les van a dar una mala vida. Samkvæmt úrskurðunum fer það gegn stjórnarskrá að refsa fyrir þungunarrof, eins refsing brota á mannréttindum. Sjaldgæft hefur verið að refsa konum fyrir þungunarrof, en lögin höfðu þau áhrif að margir læknar neituðu að rjúfa þungun af ótta við lögsókn. Heilbrigðisstofnunum á vegum ríkisins ber nú að veita þeim heilbrigðisþjónustu sem óska eftir þungunarrofi. Hoy la sociedad mexicana, las mujeres, las redes de acompañamiento, las feministas, estamos haciendo un trabajo espectacular en México para que todas las mujeres, de ser posible, si así lo deciden, vivencien el derecho al aborto de manera segura. Kaþólska kirkjan sem hefur mikil ítök í Mexíkó hefur barist hart gegn breytingum og löggjöfum þungunarrof og hafa báðar fylkingar haldið fjölmenna útifundi. Fjöldi bandarískra kvenna hefur leitað þungunarrofs í Mexíkó eftir að Hæstiréttur Bandaríkjanna felldi úr gildi stjórnarskrárvarin rétt til þess í fyrrasumar. Flugfélagið Play áætlar að tap verða rekstri félagsins í ár þvert á fyrri spár. Þetta kemur fram í afkomuviðvörun sem birt var í dag. Þar ástæðan sögð hækkandi eldsneytisverð og verðhækkanir í kjölfar verðbólgu. Eldsneytisverð langstærst í kostnaðarliði Play og hefur það hækkað fjórðung síðustu 3 mánuði. Play tapaði rúmlega $0,5 milljarði króna í hálfsárs uppgjöri sem birt var á dögunum, þrátt fyrir að tekjur hafi tvöfaldast frá sama tíma og í fyrra. Hlutabréfaverð í Play tók skarpa dýfu þegar tilkynningin var birt og við lokun markaða höfðu bréf í félaginu lækkað rúmlega 9%. Tilstendur að loka Pusherstræti í Kristjaníu til að bregðast við glæpaöldu í fríríkinu. Danska lögreglan fær heimild til að handtaka fólk án gruns brot. Jeg spiser morgenmad i Pusher Street næsten hver dag. Jeg er en del af Pusher Street. Det er den laveste fællesnævner. Det er det sgu, desværre. Jeg synes ikke, det er særlig begavet. Pusherstrætið eða Dópsalastrætið hefur lengi verið til vandræða í Kristjaníu. Íbúar tóku sig saman árið 2016 og ruddu niður hassölu básunum, en þar hafa dópsalar lengi séð stórum hluta kaupmannahafnar fyrir fíkniefnum. En þar býr líka venjulegt fólk, eins og Henrik, og því umdeilt hversu langt eigi að ganga. Yfirvöld boða aðgerðir, en nú getur lögregla til dæmis handtekið íbúa Kristjaníu og nærliggjandi hverfa, án þess að grunur sé brot. Øget politiindsats, dobbeltstraf, alle de her ting, det er noget som for mange kristianitter er svært at forstå og svært at tro på vil virke. Passa á hassöluna sérstaklega og lögregla fagnar auknum heimildum sem gerir þeim kleift að berjast gegn skipulögðum glæpum. Den handel og det kriminalitetsbillede der er på Pusher Street er et selvstændigt problem. Det er som Københavns politi også var ude at sige, tror jeg, sidste uge, det er et knudepunkt for alt mulig organiseret kriminalitet. Det er blevet en generator, der skaber vold og i øvrigt også skaber konflikter inden for det kriminelle miljø. Einn lést og 4 slösuðust undir lok ágúst í árás sem sögður tengjast uppgjör í undirheimunum og þessu vilja íbúar halda fjarri. Dobbeltbøde i første omgang og fængselsstraf bagefter. Det burde holde nogle folk væk. En margir þeirra eins og til dæmis Henrik efast að þessar aðgerðir dugi til.
Man kan ikke bare lukke en milliardforretning. Vel á annan tug enn saknað í miklum flóðum í Grikklandi. Alls eru 14 dauðsföll staðfest eftir að óveðurslægðin Daniel gekk yfir Grikkland, Búlgaríu og Tyrkland í vikunni. Í Grikklandi rigndi meira á einum degi en gerir að jafnaði allt árið. Margir ferðamannabæir við strendur Svartahafs urðu illa úti og eru sumir hverjir enn þaktir vatni eða drullum. Björgunarsveitir unnu að því í dag að koma fólki til aðstoðar. Gríska veðurstofan spáir enn meiri úrkomu og þrumuveðri í kvöld. Ferðamenn sem þurftu að flýja veðrið eru því fegnir að vera komnir til síns heima. Vremenski uslovi su bili katastrofa. Prvo je padala nenormalna kiša. Nakon toga smo bili poplavljeni. Bili smo sva sreće na trećem spratu smeštaju. Prvi sprat je potpuno bio potopljen. Ljudi su plivali, pomagali za pomoć. Bila je baš katastrofa. Mi smo sedeli svi u smeštaju u sobama. Nama nije bilo generalno ništa. Samo što nismo imali net, struju, tako povremeno. Ali eto, letovanje se pretvorilo u zimovanje. Ein þekktasta leikkona Frakklands, Isabelle Huppert, verður einn heiðursgesta á RIF alþjóðlegri kvikmyndahátíð í Reykjavík sem hefst 20. og 8. september. Huppert á að baki langan feril sem telur allt að 150 hlutverk í kvikmyndum og sjónvarpi og hefur meðal annars unnið til Golden Globe verðlauna og hlotið Óskarstilnefningum. Aðrir heiðursgestir eru leikkona Vicky Krieps frá Luxemborg sem meðal annars hlaut evrópsku kvikmyndaverðlaunu þegar þau voru veitt í Hörpu í fyrra og ítalski leikstjórinn Luca Guadagnino. Það forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson sem veitir þeim heiðursviðurkenningar fyrir framúrskarandi listfengi og framlag þeirra til kvikmyndagerðarlistarinnar. Oktoberfest Stúdentaráðs Háskóla Íslands hefst í dag með pompi og prakt. Þar verður mikið fjör næstu daga og þar er fréttamaður okkar, Valur Grettisson, mættur á hátíðina. Hvernig er andrúmsloftið, Valur? Það er svakalegt, vægast sagt. Við erum hér í fullum tjaldi, fólk er öskur syngjandi og stúdentar eru glaðir í dag. Ég vil ekki bara segja það. Með mér er Rakel Anna Pulter og ég vil bara spyrja þig að því hvernig er það búið að ganga? Þetta hefur gengið ljómandi vel. Við erum auðvitað á Íslandi þannig að allt gerist á síðustu stundu en okkur tókst að setja þetta upp og fólk er byrjað að hafa gaman. Þetta er stærsta hátíðin hingað til, langstærsta hátíðin. Segðu okkur aðeins frá því hún hefur stækkað hægt og rólega yfir árin. Hvernig gengur þetta? Já, þetta er 19. hátíðin sem við erum að halda. Það voru ekki hátíðin þarna 2 ár í COVID en þetta er svo stærsta hingað til. Í fyrra var hún líka stærst, alltaf að stækka. Vorum að bæta við tjaldi í ár líka og það eru þúsundir manns hérna ábyggilega að mæta á svæðið akkurat núna. Og þetta er fyrsta hátíðin sem þú mætir á sjálf? Já, ég var erlendis í fyrra og svo er bara COVID, þannig að já, þetta er fyrsta Oktoberfestið mitt. Og hvernig margir heldur að mæti? Það er bara að selja margar miða og svona? Við erum búin að selja 3000 miða og eitthvað yfir það, þannig að það er ennþá nokkrir lausir miðar. Við hvetjum fólk bara til að tryggja sér miða eins rætt og hægt er, því að þeir munu seljast upp eins og þeir hafa gert síðust ár. Þetta er náttúrulega búið að vera svakalegt. Fólk er öskur syngið og heyrið en yfir til þín, Jóhanna. Takk fyrir það, Valur Grettisson á Oktoberfest Háskóla Íslands. En við ætlum að snúa okkur að allt öðru en þó heldum okkur við menninguna. Kamilla Kjerúlf hlaut barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur fyrir fyrstu skáldsögu sína, Leyndardómar drauma ríkisins. Borgarstjórinn í Reykjavík afhenti Kamillu verðlaunin við hátíðlega athöfn í Höfða í dag. Þau eru veitt árlega fyrir óútgefin handrit að barna- eða ungmennabók. 24 handrit bárust dómnefnd að þessu sinni. Bók Kamillu kom út í dag, Bjartur veröld gefur hana út. Ég byrjaði að skrifa bara sem barn og unglingur. Var það mikið að skrifa smásögur og blogg og dagbækur og ýmislegt. Svo tók ég smá pásu eftir ég byrjaði menntaskóla en byrjaði svo aftur þegar ég var á síðasta árinu í lögfræðinámi í Háskóla Íslands og skrifaði sem sagt meistararitgerð á daginn og svo sögur á kvöldin. Og er þetta fyrsta bókin? Þetta er fyrsta bókin sem ég gef út allavega. Hvað er með margar í skúffunni? 2 viðbót og svo byrja framhaldi á þessari. Og þá skulum við sjá hvað Baldvin ætlar að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins. Við ætlum að ræða við Óttar Guðmundsson geðlækni en í grein í Læknablaðinu gagnrýnir hann það sem hann kallar stjórnleysi þegar kemur að meðferð við ADHD. Allt of margir fái ávísað örvandi lyfjum, meðal annars fíklar sem í kjölfarið falli. Við
Við ætlum einnig að skoða gamlan svindlmiða sem fannst í menntaskólanum í Reykjavík og svo segjum við menningarfréttir þar sem kennir ýmissa grasa. Og þá að veðri, hiti mældist mest 19 stig í Neskaupstað í dag. Á morgun getur hámarks hitatölur náð öðrum eins hæðum á norðausturhorni landsins, en spár eru þó nokkuð sammála að það taki að halla undan fæti þar sem kaldara loft streymir að úr norðri á næstu dögum. Jafnvel geti snjóað til fjalla norðanlands á sunnudag. En það Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Karlalandsliðið fótbolta sækir Luxemborg heim í undankeppni EM á morgun. Forsætisráðherra leit við í morgunmat til liðsins í dag. Ég sagði henni að við þyrftum að fá eitt stykki svona völl, en það er kannski aðeins flóknar en að segja það. Þorsteinn Halldórsson valdi í dag kvennalandsliðið fótbolta fyrir fyrstu 2 leikina í þjóðadeild UEFA síðar í mánuðinum. Miklar breytingar hafa orðið á liðinu á undanförnum misserum. Leitaði getur bara verið leikmaður sem kemur með góð fordæmi í góðri frammistöðu. Og úrvalsdeild karla í handbolta hefst í kvöld með 3 leikjum. Tvær skærustu stjörnur íslensks handbolta undanfarna áratugi snúa aftur í deildina í kvöld. Og þá ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Kostnaður vegna samgöngusáttmálans á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað 90% miðað við þá áætlun sem lagt var upp með. Nærri 30 strokulaxar úr sjókvíum hafa borist Hafrannsóknastofnun á skömmum tíma. Fleiri eru á leiðinni. Af útlit og einkennum að dæma er ekki vafi að þetta eru eldislaxar, segir sviðsstjóri hjá stofnuninni. Danska lögreglan fær auknar heimildir til að takast á við glæpaöldu í Kristjaníu í Kaupmannahöfn. Til stendur að loka Pushstræti þar sem skuggahliðar fríríkisins hafa fengið að blómstra. Óvíst er hvað verður gert með skýrslu aðbúnað og meðferð á fullorðnu fólki með þroskahömlun og geðrænan vanda. Skýrslan var kláruð í fyrra og ekkert hefur verið aðhafst. Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur voru afhent í dag. Handhafi verðlaunanna skrifaði meistaraprófsritgerð á daginn og ævintýraskáldskap á kvöldin. Þessum fréttatíma er að ljúka. Nú er komið að íþróttum, veðri og svo kastljósi. Næstu fréttatímar er í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á ruv.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni hér á fréttastofunni. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Þegar storkurinn flýgur hjá. Danskir heimildaþættir ófrjósemi og þrána eftir að eignast barn. 3 pörum og einni einhleypri konu er fyllt í 3 ár. Eldfimt leyndarmál. Önnur þáttaröð áströlsku spennuþáttana Megan og Agathu. 2 ár eru síðan þær hittust fyrir tilviljun og nú situr Megan í gæsluvarðhaldi fyrir morð. Ískaldur